Þú ert betting man. Heldur þessi ríkisstjórn út? Stórt við spurt sko. Launin sem við erum að borga, þau eru bara of há með það sem við erum að framleiða. Það er stytting vinnuvikunnar. Og ég ætla bara að vera ófeiminn við það að segja, þú veist, það er bara klúður. Eigum við ekki að halda í það að hafa tollalaust af landbúnaðarvörum frá Úkraínu? Við eigum að sjálfsögðu að standa með Úkraínu. En við megum ekki láta eina búgrein eða eina stoð atvinnulífsins taka alla byrðina á því. Hafa menn kynnt sér það? Nei. Ó, núna ertu komin á jarðsprengjusvæði. Já, okay. Brynjar Níelsson. Að ég sakna hans mikið. Já, ég líka. Og það er mjög margir sem sakna hans. Því að það sem að gerist á Twitter, ef þú tekur sko ummælin og snýrð þeim á haus, þá ertu það bil komið með það sem að 95% af fólki finnst. Góðan daginn og velkomin í Hlaðvarpið Pæling. Kominu til mín, nafni minn, Þórarinn Ingi, framsóknarmaður. Hvað segirðu gott? Ég segi bara gott og það er svona tilbreyting að það er ekki akkurat rigning hérna í Reykjavík, þannig að það væri bara að þagna því, en mér skilst að þetta sé menn verður búin að fá nóg af þessu veðri hérna. Já, þetta er alveg komið nóg. Það sko ringdi, ég var að fara með son minn á leikskólana, það ringdi sko eins og ég veit ekki hvað, ég hef bara aldrei séð, þetta var bara svo í útlöndum sko. Það er svo bara í morgun, þetta var ekki venjuleg rigning í morgun. Nákvæmlega. Hvernig ertu? Ég er bara fínn, nú er bara tilhökun að klára þingið bara og stefnið og gerum það í dag. Það ekki? Og ég held að það eigi nú alveg gangi eftir. Hvað ætlar að gera í sumar? Þá er ég bara að fer í bændagalan og verði honum í sumar. Já, og síðan fer ég náttúrulega í það sem er bara hluti af þessu starfi að vera þingmaður, að heimsækja kjördæmið eða fara kjördæmið og heimsækja fólk og ég ætla að eyða bara þó nokkrum tíma í það. Ég fór að velta þessu fyrir mér sko, það er núna Framsókn svo mikið búið ég spurði einhvern Framsóknarmann að þessum daginn sko. Það búið að leggja svo mikla áherslu á Reykjavík og búið að ganga vel í Reykjavík og kannski að einhverju leyti er það búið að vera svona það sem er búið að veita ykkur ákveðin styrk. Hefurðu áhyggjur af því að sko að sé verið að leggja ómikla áherslu á Reykjavík? Heldur að Framsóknarflokkurinn verði bara einhver Reykjavíkurflokkur? Nei, ég hef engar áhyggjur af því. Það er þannig að það eru við svona oft verið talað okkur sem landsbyggðarflokkur. Við erum landsbyggðarflokkur og það er nú þannig að áherslur hvaða stjórnmálaflokk sem eiga náttúrulega vera þannig að þeir virki fyrir alla landsmenn og við erum nú ekki nema 390.000 núna samkvæmt nýjustu mælingum, að við höfum nú svona held ég takmarkað efni á því að vera að skipta okkur upp í einhverja hópa og þannig að við erum náttúrulega bara landið allt. Þannig að það er bara ákveðin, það er bara mjög jákvætt að við séum að ná einhverju flugi hérna. Við séum að gekk gríðarlega vel í sveitarstjórnarkosningum eða borgarstjórnarkosningunum hjá okkur síðast en það er líka verkefni að það er að viðhalda þessu mikla stuðningi sem við fengum bæði í alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum síðast og með svona kannanir og annað eins og þær segja núna þá eigum við svolítið langt í land með það en það er samt sem áður er það þannig að kjörtímabili er 4 ár og núna erum við að eiga við ákveðna svona, við erum í ákveðni brekku í efnahagsmálunum og bara eðlilega þegar að bara herðir að fólki þá brýst út óánægja og óánægjan beinist þá yfirleitt á þeim sem í bílstjórasettinu. Það er bara þannig. Þannig að það er þá okkar sem erum í bílstjórasettinu að reyna að komast í mark eins og maður segir og þú veist það snýst þetta sko, þú veist þetta tímabilin eru yfirleitt 4 ár og
menn þurfa að taka bara á þau verkefni sem að bara koma í fangiðamunum sko. Og þú veist, menn leggja á stað í einhver ákveðna vegferð í upphafi en síðan bara gera slutinni þannig að menn sjá þá ekki fyrir og bara eins og það sem við erum við eiga við í dag og náttúrulega, þú veist, það er í næstu vonlust að við getum spáð rétt hagvöxt sko. og þú veist, og þegar við vorum að gera fjárlögin síðast að þá allt í einu voru tekjurnar sko 70 milljörðum meiri heldur en við gerum ráð fyrir og það er hvað 90 milljarðar tekju auki sko það sem af er þessu ári þannig að en við erum samt verið að segja sko þessi fjármálaáætlun sem er verið að ræða núna í þinginu og verður vantalega greitt atkvæðum hann á eftir að það er svona verið að gagnrýna það sé ekki nægjanlega mikið aðhald og skorið niður í útgjöldum það er vissulega verið að taka að og það er aðhaldskraf á málumannsviðin en við erum að standa verðum velferðina þann hluta en við getum líka sagt það að aðhaldið fylgist líka í því að við erum ekki að ganga í þessar annar tekju auka sem að er fyrirsjálegur, við erum að nota hann til þess að borga niður skuldir þannig að það er vissulega aðhald en hvað sem gerir síðan hvort að þetta sé nægjalegt til þess að verðbólgan fara að gefa eftir það, ég ætla bara að vona það að það sé þannig en þá eru náttúrulega fleiri atriði sem að koma þarna til og sem að snúa þessu við erum að náttúrulega bara gæta að útgjöldum, það er bara það sem við þurfum að gera og þeirna að draga úr þeim. Já, það er alveg rétt. Ég meina ég stríði ykkur framsóknarmönnum mjög mikið til að fyrir það að vera ekki nægilega mikið í aðhaldinu og reyndar sjálfstæðismönnum líka sem er nú eiginlega verra út af því að þeir tala svo mikið aðhaldið sko, en verðast ekki gera á mikið í sko, þessi fjármálaáætlun heldurðu sko, hvað felst í þessu útgjalda aðhaldi? Því ég einhvern veginn, sko, það er verið að færa rök fyrir því, það er að segja stjórnarandstaðan að það er ekkert nýtt í þessu, það er rauninni ekkert aðhald, það undanskildi því sem þeir voru búin að ræða og nú er búið að tala það að sé einhverja stórkostlega breytingar sem urðu svo engar að þeirra mati. Hvað er þitt take? Sko, fjármálaáætlun var lögð fram í byrjun apríl og það átti náttúrulega eftir að útfæra ýmsar aðhaldsaðgerðir sem var lagt á stað með þá í upphæfi og það er svo sem búið útfæra að hlæra mestu núna fyrst og fremst er það sem ég var að segja áðan aðhaldi felst í því að vera ekki að ganga í tekju aukan að gefa eftir í því sem lagt var upp með þó svo horfur væri betri hvað var það tekjurnar og það er aðhaldskrafa á öll málefnasvið nema þá velferðarhlutan mismikið eftir málefnasviðum og síðan erum við að fresta ýmsum verkefnum en það er líka verið að fara í verkefni sem að er bara nauðsynlegt að fara í sem snýra til dæmis að uppbyggingu íbúða og sem, það bara verður að gera það annars fáum við það bara enn meir í hausinn ef við ætlum að fresta því. Það er sammála því. Og þannig að þú veist, það er lag núna því að það virðist vera eins og byggingariðnaðurinn sé að spennana á þeim markaði er að minnka núna og þá er skynsamlegt að þið opinbera stíi þarna aðeins inn í og hjálpi til við það að koma upp íbúðum sem að kosta nú ekki augun úr og koma þá að vera með hlutdeildarlán og þess að það fyrir þann hóp sem að býður eftir að komast inn á markaðin. Já, og líka að létta á þeim sem að er að byggja. Það er nú kannski mikilvæga stíð. Já, það er líka þá og það þarf í öllu þessu þetta er stórt púsluspil sem að þarf að spila saman og og það er ekki bara nóg að við segjum heyrðu við skulum bara gera þetta en síðan er skipulagsmálin þau eru hjá sveitarfélögunum og það þurfa tilbúna lóðir og svo framvegis það er ekki hægt að fara í þennan leik alltaf að allir sé að benda á alla sko. Nei, en mér sýnist það samtal vera núna að menn eru að ná saman þarna og það sem er líka sko, sem er mjög mikilvægt að hafa það í huga að Sigurður Ingi
er búin að vera að taka þetta saman, allt saman, allar þessar stofnanir og hitt og þetta og setja saman í HMS og taka saman bara tölfræði, gögn og annað. Þannig að nú er þetta að fylgjast með þessu, hvar hlutinir að gerast og hvernig er þetta að stíga inn í hlutina, hvað er margar íbúðir í byggingu, hvað er margar íbúðir tilbúnar og svo framvegis og hvað er hérna til af lóðum sem eru í skipulagi. Hérna áður var bara þannig að menn fóru hérna með bara rúðustrykka blað og töldu húsgrunna. Ekkert áður fyrir það, 20 mínútum sko. já, þú veist, það er nú ekki langt sér að það var. Nei, já, en þannig að svo mikilvægt að sko, þessar stofnanir tali saman og það er það sem að er vel og það er mjög áhugavert að fylgjast með bara því sem er að gerast ef mér færi nú heimasíðu HMS og hérna og fara að skoða tölfræðina. Já, ég er búin að skoða þetta er alveg, ég ætla að gefa Sigurði Inga það, þetta er merkilegt og gott fyrirbæri. Það er verulega gott fyrirbæri myndi ég segja. En hérna, sko, þú talar stórt púsluspil, kjörtímabil eru yfirleitt 4 ára eins og þú nefndir þaðan og fyrst við erum nú bara 2 hérna, það var betting man, heldur þessi ríkisstjórn út? Stórtu spurt, sko. Í þessu? Það er, þú veist, maður ég ætla ekki að leyna því það eru átök og það leynir sér ekkert í því sem að og þeir sem að fylgjast með pólitíkin að það var bara samið þinglokk 1, 2 og bingo og síðan var bara öll mál sem voru ekki komið fram á mánudaginn hefum bara ruslað út og 30 mál sem var búið að afgreiða og nefnd. Mikið bara flottu mál sem allir eru sammálum og svo framvegis þannig að hérna það er einhver kergjarn sko, það er bara eðlilegt nafni í þessu samhengi. Við skulum bara átta okkur á því, þetta eru 3 flokkar, við erum búin að starfa saman 6 ár og það eru ólík sjónarmið og þetta er náttúrulega bara nákvæmlega eins og í alvöru hjónabandi að hérna, ef það verður ekki norðanátt það þýðir ekkert að það sé alltaf sunnanátt. Nei. Það er þannig, stundum verður norðanátt þá verður maður bara að takast á við það verkefni og það þýðir ekki bara benda á þú ert ömulegur sko, þú verður að horfa inn á við líka því að það þurfa allir að taka það til sín sem eru í verkefninu og hérna ef ég á að svara spurningunni heldur þessi ríkisstjórn út það myndi ég segja að bara ágætis líkur á því að hún haldi en þá þurfum við líka að fara í ákveðnan afláskoðun. Hjónabandsráðgjöf. Já, við þurfum kannski ekki að fara í hjónabandsráðgjöf heldur að bara að menn fari yfir hlutin og verður vinni þetta svolítið skipulega og hvernig ætlum við að komast í gegnum næstu 2 ár og hérna þannig að þetta er nú allt fullorðið fólk og menn eiga náttúrulega að hérna bara taka af skari vegna þess að við, númer 1, 2 og 3 er það fólki í landinu sem skiptir máli það er ekki við og ekki hérna hvað skoðanakannir segja og svo framvegis og það er ekki neinum til góðurs að hoppa hérna af vagninum núna af vagninum segja og hérna og segja bara þetta er ómögulegt og við förum bara í kosningar. Hvað gerist á meðan? Kristján Frosta verður fórsetur fjármálaráðherra. Já, þú veist það er bara hérna það er það sem myndi gera 100% núna og ég myndi sjálfstæðisflokkurinn og VG sjálega það og VG myndi er bara á barmi þess að detta af þingi og sjálfstæðisflokkurinn alltaf sér að það er ákveðin hvað þú að segja, það er mikið flug á samfylkingunni þannig að ef annarkvort þessara flokka slítur stjórninni þá eru þau náttúrulega bæði í bobba þannig að þið náttúrulega eru svo bisexual í þessu að þið vinnir með hverju sem maður en það maður sér það alveg að þú veist, ég menna ástæðan fyrir ég spyr sko er þetta því ég var þú veist, þegar maður núna hlustar á Katrín Jakobsdóttur í viðtölum á fleira tímum, hún er alveg hægt að segja að þetta með breiða skírskotun og þetta eru náttúrulega 3 ólíki flokkar þú svo enda sagðir að núna er þetta hann Katrín er alveg hægt að segja þetta, svo kemur hérna Áslaug Arna með kóbraslönguræðina þar sem hún fær rauk fyrir því að ríkið bara halda sér til hlés sem ég held að sé rétt en maður sér alveg svona það er eitthvað aðeins öðruvísi í þessum öllum heyrðu, hvað, ég var búin að setja hann á afsakið þetta
En ég held eins og ég segi að hérna það er öðruvísi tón í þessu öllu. Það er bara eðlilegt að það komi, eins og ég sagði að það komi stundum norðanátt. Elskar þess að samlíki. Já, það er sko hérna, það er oft sagt að hérna, svo þegar maður hefur prjónað yfir sig og fyllir í einhverstaðar að þá er hérna, þá er norðan daginn eftir, eða 2-3 daga. Að við notum þetta orðatildæki reglulega, það er að norðan núna. Já. Og hérna, en það er bara þannig að Hún reyndi við mig hérna orðara. nei, þetta er ekki þannig sem ég átti við, en það sem er í þessu er að það eru bara verkefni, og þegar að hérna, verkefnið er snúið sem það er núna vissulega, og það er ágjöf, að þá sýnir það líka þá styrk þeirra sem að stýra, það er að halda saman og stýra í gegnum skaflinn, sko. Því að ef þú gerir það ekki og hoppar bara vagninum og að segja bara, nú bara gerum við þetta, við bara nennum sig ekki lengur og förum bara í kosningar, það tekur einhverja mánuði, það ferli að það verður ekki, ríkisstjórnin springur á morgun, þá vorum við ekki farin í kosningar fyrir en eftir einhverja mánuði, og það þarf þá að hérna, stýra landinu á meðan, sérstaklega núna, og það er aldrei mikilvægara heldur en á svona tímum eins og við erum núna að hérna, stjórnin sé sterk og að hún reyni að stýra í gegnum þetta verkefni og verkefni bara núna er að ná niður verðbólgunni. Það er verkefni, en það vissulega eru þessir þættir sem að spila alveg ótrúlega inn í hérna, sem er mjög sérstætt að horfa á, að þú veist, það bara streymir hérna inn fjármagn, gjaldeyrisöfnunin er rosalega og við eyðum alveg ægilega mikið peningum líka, en það sem er mjög áhugavert í þessari stöðu, það er það hvað er að gerast, að sko framleiðni á hvert starf, hún minnkar. Já. Og sama tíma hækkum við launin. Þannig að við erum ekki að standa undir þessari launahækkun. Ég held að það sé sko einn mjög stór örlag eða áhrifa þáttur í því að verðbólgan sé eins og hún er þessi að launin sem við erum að borga, þau eru bara of há með það sem við erum að framleiða, og ef við ætlum að borga svona há laun þá verður framleiðin að hækka í takti við það, og það er það sem er bara ekki gerast, og við getum bent á mörg atriði. Eitt atriði held ég sem við þurfum að fara í verulega endurskoðun með, sem það er stytting vinnuvikunnar, og ég bara ætla að vera ófeiminn við það að segja, þú veist, það er bara klúður.